Hvað í gangi? Við erum að gera pizzu. Næs. Mamma, hvað á hitinn að vera stiltur á ofninu? 190. Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Snarlinn. Í dag ætlum við Hekla að gera vefju. Og þú nú örugglega oft borðað vefju, þú hafi kannski ekki gert svona sjálf, er það ekki? Jú. Já, þetta er svona vinsæll búlingamatur. Já. Já. Sko málið er að áður en við byrjum þá langaði mig að nefna að það er oft til í ísskápnum einhver afgangur af mat sem að var kannski kvöldið áður. Já. Það getur verið afgangur af lambakjöti eða nautahakki eða kjúkling, það getur verið afgangur af bökuðu grænmeti eða soðnu grænmeti, hverju sem er, og það er frábært að setja allt svona inn í vefju, inn í pönnuköku. En núna sérst erum við ekki með neina afganga, þannig að við bara byrja að skera bara laukinn og setja þetta bara á pönnuna, bara skóflu sig hingað á pönnuna, bara með hendinni. Og svo líka notum við ekkert alla paprikuna, þá gerum við bara svona einhvern veginn og svo setjum við sléttu hliðarnar niður og skerð. Það er bara varlega skampa, passaði puttana langt frá. Langt frá? Já, svona ekki mjög flott alltaf. Já, flott. Og mér finnst aðalmálið að krydda mjög mikið. Og það er að sjálfsögðu smekksatriði en það verður bara svo gott að borða svolítið vel kryddaðan mat. Og mér finnst þetta hérna krydd mjög gott, eða kjúklingakrydd, svona blanda og líka krydd rísins. Settu bara svona slatta af þessum tveimur. Kúrbítur er svona mjög bragðlítið grænmeti og það er frábært að nota hann í bara eiginlega alla grænmetisrétti. En þú mátt skera hann bara í litla teninga. En ég reyndar nota hann mikið í alla grænmetisrétti. Það því ég elda mest grænmetisrétti heima. Það þarf ekkert að vera kjúklingur eins og núna inn í vefjunni. En í þykjustunni var líka til kjúklingur. Já. Þannig að þú ert bara mjög svöng og ert að reyna að finna þér eitthvað að borða. Og nú máttu bara skella kúrbítnum út á. Og svo bara hræðum við þessu í svolítið stund. Ok, nú máttu setja grænmeti bara hérna onni. Ok, við skulum setja smá meiri olíu og svo er hér kjúklingur. Ég veit ekki hvort þið sjáið að brettið er merkt kjúkling. Það þýðir að við skerum bara kjúkling á þessu bretti, engu öðru bretti, hrár kjúklingur. Þannig að og það er góð regla. Búið að skera hann í tvennt, búið að skera hann í bita, meina ég. Svo fer þetta bretti og þessi hnífur bara beint í uppbót. Setjum við smá paprikukrydd líka. Smá pipar. Ok. Og svo það sem við gerum, að því við viljum vera alveg vissar, eða ekki? Ef maður kjúklingur sé steiktur í gegn, á þess að hann þorni, setjum við bara grænmetið á, lækkum aðeins hitann meira og svo setjum við bara lok. Og þá erum við alveg vissum að þetta eldist í róli hitum. Þú ræður, mér finnst þú að gott að setja svona í miðjuna, en þú mátt úr streifin út allt. Þú bara ræður því alveg sjálf. Og að því að við erum með svolítið mikið að kryddi, finnst þið sýrður rjómi alveg góður? Já. Já. Þá finnst mér líka gott að hafa alveg svolítið af honum, þannig að verði ekki of sterkt. Og svo getur þú sett bara smá ost. Hvernig finnst þér lyktin? Mjög góð. Það ekki? Já. Svo tekum við bara eitt kjúkling í tvennt.
Og ef hann er bakaður, eldaður segi ég, tökum einn annan í tvennt. Já, þeir eru allir eldaðir. Sko það má alveg borða vefjuna beint svona. Það mætti líka hita kökuna á pönnu eða í ofni eða ristavél eða eitthvað. En alltaf bara þess að rista hann ekki bara þannig að hún verði bara svona eins og keks. Já. En svo má líka bara borða þetta núna, þetta sé bara tilbúið. En það er búið gott að setja þetta ef maður nennir í smástundin í ofn eða grill. Þannig að núna skal ég setja þetta í ofnin í smástund. Og ég skar niður smá avokado, af því þykistun átti þú það til í ísskáp. Og ég kreisti smá limesafa yfir, það er mjög gott. Skulum við smakka. Þetta er alltaf. Mjög gott. Já. Mér finnst gott að hafa mikið af salsasósu, mjölha milda, mikið af sýru rjóma, mikið af osti, salat og avokado. En hver og einn nota bara það sem hann vill og það sem er til. Þannig að ég hvet ykkur til að nota afganga til að gera ykkur vefjur stundum eftir skóla eða í kvöldmat.